þessi listahátíð þróast í þessi, 11 skipti núna sem orðin? Já, þetta er 11. skiptið sem við höldum listahátíð barna. Hún hefur þróast náttúrulega bara ótrúlega skemmtilega því að þetta byrjaði bara sem lítil hátíð með einum leikskóla sem fékk bara leyfi til að vera hjá okkur í Dúsúsunum með smá listahátíð og bauð foreldrum. Og í framhaldinu var farið að gera þessa listahátíð barna og smátt og smátt bættust allir leikskólarnir í hópinn. Nú eru þeir allir 10 með, búin að vera í mörg ár. Grunnskólinn kom svo inn fyrir nokkrum árum, sýndi fyrst svona á völdum stöðum út í bæ, en er nú komin hérna í Dúshúsin líka með sameiginlega sýningu. Og svo í fyrra kom Fjölbrautaskólinn inn í þetta með okkur, listnámsbrautin þar, þannig að hún er alltaf að vefja utan á sig og nú erum við komið öll skólastig. Hvað er þetta orðið margir þátttakendur? Hefurðu tölu á því? Ég hef reyndar ekki tölu á því. Ég held að það séum 800 börn í leikskólanum og þau eru rauninni öll þáttakendur. Það eru einstaklingsverkefni inn í sýningunni og hópverkefni. Svo úr grunnskólanum er þetta svona valin verk úr list- og verkreinum. Þannig að ég gerum ekki grein fyrir fjöldanum þar og svo er þetta svona einhver 15 manna hópur úr Fjölbrautaskólanum. Þannig þetta er allavega 1500 manns eða eitthvað sem að koma kannski að þessu. Veistu hvaða þýðingu hefur kannski fyrir þessi yngstu krakka? Eru þið svona, skynjið það einhvern veginn? Já, ég held nefnilega að þetta hafi gríðarlega mikla þýðingu fyrir þau vegna þess að við í rauninni í leikskólanum, við byrjum að hausti að funda og ákveða þemað. Þannig að þau eru að vinna með viðfangsefnið stóran hlut úr vetri og fara alltaf í rosalega mikla svona rannsóknarvinnu, fara í vettvangsferðir og eru virkilega velta hlutunum fyrir sér. Og við erum búin að vera með svo mörg viðfangsefni. Bara við erum með tröllin og fjöllin núna og við erum búin að vera með himinin og hafið og bækur og þannig að þau vinna heilmikla rannsóknarvinnu sem er opaslega skemmtilegt. Og hversu frjálsar hendur fá þau? Fær sköpunargleðin alveg lausan tauminn? Já, það nefnilega hefur verið bara lögð heilmikil áhersla á það að þeirra hugmyndir fá að njóta sín. Og þeirra hugmyndir eru teknar og þau eru aðstoð við að koma þessu í einhverja mynd. Hvernig geta svo bæjarbúar og aðrir gestir notið hátíðarinnar? Já, nú erum við búin að opna, þessar sýningar erum að opna hér núna í dag á miðvikudegi og sýningarnar standa hérna í Dúsúsunum til 22. maí og eru opnar alla daga frá 12 til 5 og það er ókeypis aðgangur fyrir fullorðna í fylgd barna núna hjá okkur og síðan á laugardaginn núna 7. þá er svona fjölskyldudagur og þá ætlum við að bjóða upp á alls konar listasmiðjur og fleira skemmtilegt fyrir fjölskyldur. Þannig að það er alveg fullt af tækifærum fyrir fólk að njóta hátíðarinnar. Er mikið líf í bænum þegar þessi hátíð stendur yfir og sérstaklega þegar hún svona ört stækkandi? Já, þetta er eiginlega vinsælasta sýningin í þessum húsum, má eiginlega segja. Hérna kemur ótrúlegu fjölda fólki meðan þessari sýningu stendur. Við erum að fá allt upp í 3000 manns eða eitthvað að skoða þessa sýningar. Og svo koma leikskólarnir allir sérstaka ferðir á meðan sýningunni stendur með sína hópa, margir bjóða foreldrum og eru með skemmtiatriði og fleira skemmtilegt. Þannig að það er mjög mikið líf í kringu sýninguna.